Jæja, komið sæl gott fólk og verið velkomin í Hlaðvarpasöguskoðun. Andri Jónsson heiti ég. Ólafur Hersi Arnaldsson heiti ég. Já, það er Hlaðvarpasöguskoðun sem er mætt á kreik enn og aftur við félagarnir og við erum komin hingað saman í dag til að tala um sögu og sakfræðileg málefni svo alla aðra daga þegar að Hlaðvarpasöguskoðun kemur saman. Hvað finnst þér um það, Ólafur minn? Jú, ég er spenntur fyrir þessu eins og alltaf. Það er alltaf gaman að kasta því þátt. Það er gott og blessað. Hörðu, hvernig voru páskarnir hjá þér? Nei, það er mjög góðir. Ég var bara í róleitjum heima og lesa svona hitt og þetta og þarna, nema aldrei svo vant. Ég var að lesa þarna gamlar svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, svona spennu bókmyndir, ævintýra eitthvað, svona frá 5. 7. áratugnum, þú veist. At the center of the earth's core, eitthvað þannig sko, The Land a Time Forgot og þarna Princess of Mars og allar svona gamla svona klassískar bókmyndir sem ég heldur að sé svolítið lítið lesið í dag. Já, það var gaman að detti í það. Conan og eitthvað svona. Þetta var ég að lesa. Já. Þú ert ekki búin að vera að horfa mikið á anime? Nei, ég er eitthvað að horfa á þarna sérstaklega skemmtilega þetta á Netflix sem þetta Sanctuary sem fjallaði um sumo. Þannig að ég er mikið áhuga á sumo og er búin að leika mér svona þess að ég er að æfa hérna Shiko. Nú veit ég ekkert hvað þetta tala um. Það eru svona sérstaklega æfingar sem ég gera. Sumo og Shiko. Þú veit svo mikið víp. Já, einmitt. Og ég er það gaman, ég er að draga þulu með mér í Shikoið. Þetta eru svona æfingar sem ég gera til þess að styrkja hérna mjöðmennar og auka hérna hvað var að segja, liðleika og styrk og svona og þetta er alveg grundvallaratriði í sumo-glímunni. Það er að vera með þessa hreyfigetu alltaf. Ég voru gaman sem ég stóð að fyndið að sjá hann að taka einhverjar sumo hérna, það er einhver sumo-stellingar. En byrju, eru þá í rauninni sumo-glímukapparnir sko þó þið séu svona hvað við segja, góður sig. Feitir. Ég var að kalla það að ekki vera með fitu fordóma, Ólafur minn. Nei. Eru þeir þá í rauninni í góðu formi? Já, alveg nautsterkir. Góðu formi, þú veist, þeir náttúrulega ekki fara að hlaupa neitt sérstaklega, en þeir eru jú nautsterkir og eru mikið betra formi þegar þeir líta út fyrir að vera auðvitað. En hvernig gera þeir, þú veist, þurfa þeir að feita sig upp? Já, þeir vinna sérstaklega. Borða þeir þá feitan mat og svona? Já, borða mikið, já, sérstaklega mikið af kolvetnum auðvitað. Já. Það er áhugavert að skjóta það inn sko, það er alltaf rosalega vinsælt sjónvarpsefni, skylmingaþrælar og svona, alveg, veist, Spartacus til dæmis og gera margar myndir og þættir og allt þetta og skylmingaþrælar er alltaf rosalega stæltir og flottir og sérð alveg, veist, vöðvana og allt þetta. Já. En skylmingaþrælar líti ekki svona út, skylmingaþrælar voru almennt feitir og borður sérstaklega mikið á kolvetnum til þess að fita sig, já því að fita hann vel. Þannig að allir sem voru skorinn eða stungin og með fitulag utan að þér það var mikið meir líkur að þú lifir það af og það var okkur vörn í því líka. Fitan hlýjar manni líka. Já, upp á okkur marki hún gerir það. Já. Þannig að það er einmitt áhört að sjá með sumón svo mikið hefðum og venjum í þessu og þannig að jú, ég mæli með þessum þáttum Sanctuary, fjalla sumo og glímukappa og svona. Heyrðu, já, þetta er ágætt. Ég fór í góða hirðin á dögunum og ég keypti mér helviti skemmtilega bók. Handbók hlunnindajarðir á Íslandi. Já. Það sem er svona listað upp allar jarðir sko, í öllum hreppunum og síðan í öllum, þú veist, öllum sýslunum og svo öllum hreppunum svo koma jarðirnar og síðan er listað upp sko, þú veist, silungur, grjótnám, egg, hlunnindin sko. Það er frá 1970 eitthvað. Já, það er áhugavert. Þetta er svona sko að ég er að fara að kaupa með jörð sko. Það þarf að finna út hvað. Það maður að gera. Já. Lítið kringu sig og sjá hvað eru tækifæri. Já. Ég var nýttur að hugsa að ég var að fór norður páskana á Akureyri, eða til Akureyrar og þú veist þegar maður kemur niður sko hérna úr Hörgárdalinn, niður Hörgárdalinn sko inn á Máltöguháls og sérð svona yfir Eyjafjörðinn. Sko svæðið sko við Dalvíkurafleggjarann. Það er alveg príma land sko. Já. Heldur það ekki?
Jú. Já, líka borgarland sko. Ég var að hugsa sko, þar væri svo flott að væri borgarstæði sko. Já, þú meinar. Stutt að fara sko norður á Dalvík og Ólafsfjörð og stutt að fara inn í fjörð og svo líka stutt að fara sko suður sko. Já. Það er auðvitað var. Já, það er hugmynd. Það er hjá Möðruvöllum á þar. Einmitt. Komdur þú nefna borgina? Glæsibær. Glæsibær. Já. Það eru nóg þessu. Við erum hlaðvarp söguskoðun, við ætlum að tala hér sögu og sagfræðileg málefni sem við gerum alltaf hér í hlaðvarpinu og við svona reynum nú að hafa fjölbreytni í efnistökum en við vorum nú að tala það hérna í síðasta þætti að það var búið að vera svolítið fókus á seinni heimsstyrjöldinni hjá okkur upp á síðkastið, við vorum nú að tala hérna Mussolini og svoleiðis hluti og við ætlum ekki að segja alveg skilja við seinni heimsstyrjöldina að svo stöddu því að í dag ætlum við að tala aðeins meira seinni heimsstyrjöldina og við ætlum að tala íslenska sagfræði í tengslum við það og í þættinum í dag ætlum við að tala ástandið og það er auðvitað mjög svona stórt málefni fyrir Íslandssöguna reyndar auðvitað málefni sem er ekkert neitt sko einskorðað við Íslandssöguna þvert á móti Nei. En þá erum við auðvitað að tala samskipti íslenskra kvenna við breska og bandaríska hermenn á stríðsárunum sem hefur verið kallað ástandið bæði í orðræðu samtímans en hún var til hugtakið þetta í orðræðu samtímans en hefur svona haldist sem svona sagfræðilegt hugtak má segja þetta og þú nú mikið í svona hernaði og hernaðasögu og svona þetta lítur nú að vera eitthvað sem er nú mjög algengt maður er náttúrulega þetta mikið svona málefni þetta í seinni heimsstyrjöldasögunni annars heldur en fyrir utan Ísland Já, algjörlega, alveg sama hvar hermenn drepa niður fæti að það er, fylgja börn einhverjum mánuðum eftir á og náttúrulega myndast alltaf tengslu þetta og það er náttúrulega bara þetta mannlegt þegar með unga menn hér og þar þú veist þeir kynnast stelpum og konum og það myndast einhver tengsl og þetta hefur náttúrulega alltaf verið svona en svo náttúrulega er mismunandi hvernig samfélagið þetta bregst við því og til dæmis áhvert að skjóta inn frakkar til dæmis gerðu það með vilja eftir fyrri heimsstyrjöld að það voru með mikið af nýlendu herburum sérstaklega frá Afríku segðar einmitt notuðu þá einmitt í Rínar Löndunum og Rínar héraði til þess er ekki svona ástandsbönn Nei, til þess einmitt vegna þess að þeir vissu það fór fyrir brjóstið á þjóðurum og þarna voru svartir hermenn en það fættist allt töluvert auðvitað svörtu börnum síðan upp á því svoleiðis, ok sem það er þetta mjög ömuleg saga því náttúrulega mikið af þeim börnum síðan held ég hafi nú verið myrt síðan þegar leið á stríðið Hvað segir? Í þá seinni heimsstyrjöldinni? Seinni heimsstyrjöld, já Þetta hef ég aldrei heyrt Ég aldrei kynþáttahyggju utan nasismans og allt það En það var gert með vilja þegar það var frokkurum vegna þess að þið vissu það að þetta fer fyrir brjóstið á þjóðurum það voru að tala þetta þessum árum rétt eftir fyrir heimsstyrjöld Það er auðvitað sko kannski svona saga sem er ekkert svo mikið talað en er alveg til eða það er ekki að því hún er þögguð eitthvað, hún er bara fellur alltaf í skuggan auðvitað á helförinni en það er náttúrulega meðferð nasista á blökkumunum því þá voru þetta svartir þjóðverjar til og eða þú veist, fólk frá nýlöndunum líka algjörlega í Þýskalandi Já, en það sem er kannski sérstaklega áhugavert eða finnst mér allan með ástandið á Íslandi er aftur móti að þarna voru þetta hermenn sem voru jú bandamenn og ekki andstæðingar því það náttúrulega líka það er svolítið ólíkt þetta er til dæmis náttúrulega í Noregi það var það náttúrulega mjög viðkvæmt mál og er mjög viðkvæmt mál enn þann dag í dag öll þessi börn sem komu undan í þá einmitt ástarsamböndum norskra kvenna við þýska hermenn og þá náttúrulega voru þjóðverjarnir óvinurinn og meðal annars þetta voru þá norska konur sem flúðu til dæmis við endalok stríðsins eða rétt eftir stríðið yfir til Svíþjóðar
Já, til þess að sleppa frá hefndaraðgerðum og slíkt og það var þannig nú allar vesturar, þú veist að konur voru teknar og krúnurækkaðar og nýðst á þeim já, fyrir að vera hjá óvinnunum. Það náttúrulega gekk ekki svo langt á Íslandi en það var samt, gengið mjög hart fram þá með gegn konum sem voru þó með, hermönum sem voru bandamenn sem áhugavert. Einmitt. Sko, tengslu við þessa norsku sögu þetta þá er það þetta áhugavert sko að þar var líka komin í þetta Lebensborn, hefur ekki heyrt það? Það var svona SS samtök sem við átt að sjá að passa upp á eitthvað svona kynþáttalega hrein börn og eitthvað svo leiðis og örugglega viðbjóðsleg samtök út í það farið en það hafa stundu verið nefnd í tengslu ættfræðarannsóknir og svona í Noregi held ég að því að þær voru sko að því að þær eru til gögn ef þýskir hermenn áttu börn með norskum konum og svona svo voru það að borga pening eða meðlag með þeim og svona þannig en það er auðvitað þannig að þess að þú segir að þarna ertu auðvitað með óvinnin sem að var stattur ekki óvelkomnir hermenn en á Íslandi þar auðvitað sjáum við það með ástandið að þrátt fyrir að hermenninir hafi verið vinveittir þannig séð, þetta auðvitað var hernám og var ekki þannig séð beðið allavega ekki breska hernámið og þótt að herinn hafi verið vinveittur og það verið unnið mikið að því að hafa góð samskipti bæði frá Íslendingum og hernámsliðinu að þá brást samfélagið eða svona allavega elítan í samfélaginu mjög illa við því að íslenskar konur væru að hafa samskipti við bandaríska hermenn og þetta auðvitað margar hliðar á þessu, þetta eru náttúrulega ástarmál og svo náttúrulega urðu úr þessu hjónabönd líka margar konur sem að fluttu til Bandaríkjanna eftir stríð margar konur sem gerðu það og koma aldrei aftur svo eru þetta aðrar sem að koma aftur og allur gangur á þessu ég fyndi þeim þetta því að nefni ástarmál orðið náttúrulega ástandið geti lesist sem sko ástandið geti verið ruglandi fyrir útlendinga sem að læra tungumálið og myndi sjá þetta orð sko þetta halda þetta að kemi að tengist ást sko þetta er ruglandi en það er mjög áhört bara við sem í sjálfu sér að kalla þetta ástandið the situation það er verið þýtt sem the situation því það er svo hvað maður segja ástandi það er svo hvað maður segja óljóst þetta er svona svo þetta er vandamáli sem við getum ekki talað hann sem ekki má nefna þetta er eitthvað þannig það sem ekki má tala þetta orð náttúrulega þetta er eins og ég sagði aðan sko þetta náttúrulega kemur úr samtíma orðræðinni og það var að byrja strax að tala þetta sem neikvæðan hlut liggur við daginn sem að Bretarnir komu 10. maí 1940 þegar Bretar stigu hér á land og múrinn fór niður á höfn til að fylgjast með þá segja blöðin strax frá því sko að það nú verið alveg fullt af einhverjum stelpum og einhverju kvenfólki sem alveg sá ekki sólina fyrir þessum hermunum sko hann hneykslast yfir því sko og það var að tala það sko að svo til mér að þú veist að vera í ástandinu skilur svona auglýsingar í blöðunum svona þú veist að leita að stúlku þú veist í vinnu þarf að vera stundvís og siðprúð má ekki vera í ástandinu skilur ungu maður leitar að konu má ekki vera í ástandinu má ekki hafa verið í ástandinu og svona þannig að orðið var notað þannig að þetta væri svona þetta nú meira ástandið sem hérna í gangi en það auðvitað sko kannski líka ástæðan fyrir því að þú veist þetta er svona auðvitað að og kannski líka að því þú nefnir það sem líka öðruvísi með Íslandi auðvitað er að sko við Íslendingar við náttúrulega vinnum alltaf alla lista í sko per capita
við erum alltaf á toppnum yfir allt með við höfðatölu og það voru við líka með við Hermann per höfðatölu held ég allavega í seinni heimsstyrjöldinni og sko á Íslandi byggu cirka 120.000 manns og þar af hefur helmingurinn verið sko kvenfólk og svo eru náttúrulega börn og gamalmenni sko þannig að það þrengist hringurinn svona konur á þú veist fullorðinsaldri og síðan koma sko strax held ég 1941 þá eru bresku hermennirnir átið 30.000 Já, svona margir Já, og þegar mest var 42-43 þá voru bandarísku hermennirnir orðnir 50.000 sko Já þegar mest lét og þá sko auðvitað ástandið þannig sumstaðar á landinu að það jafnvel fleiri hermenn heldur en sko kallmenn á fullorðinsaldri á ákveðnum stöðum sko, á ákveðnum tímum Já og það auðvitað náttúrulega bara býður upp á auðvitað bara mjög öfluga samkeppni kvenfólkið Já, algjörlega það náttúrulega alveg megin atriði í þessu það þetta samkeppni hilli kvenfólksins þannig að það náttúrulega myndast afbrýðisemi og reiði og heita þetta í slíku umhverfi Já Það er náttúrulega hluta því náttúrulega okkur þetta er líka svona viðkvæmt og til dæmis ein hlið af D-Day og innrásinni og frelsun Frakklands var ju það að bandaríski herinn dreif út mikið af smokkum og bæklingum franskar konur og slíkt það allir fór mjög fyrir brjóstið á frökkum Já, ok Var fara að nota smokk á þessum tíma? Já, það var til einhverjir einfaldi á smokkurinn held ég fyrstu smokkarnir að koma fram held ég einhver tíma ég held fyrir 1900, rétt fyrir 1900 held ég Já smokkurinn sér það gamall Já en allavega og var hann náttúrulega við hinn og þessu vandamál að hermennir að fá inn á þessa kynsjúkdóma þá náttúrulega hefur það áhrif á getur til þess að berjast þannig þetta hefur alltaf verið vandamál í öllum herjum Einmitt. En síðan auðvitað voru náttúrulega flestir þessara hermanna auðvitað voru í Reykjavík og það var auðvitað rosalega náttúrulega hernámið hafði náttúrulega gríðarlega áhrif á þú veist íslenskt samfélag það voru allt í einu bara konur hermenn út allt og það var náttúrulega þessi vinna sem herinn var að koma með og það auðvitað þannig með íslenska sögu Íslands í seinni heimsstyrjöldinni náttúrulega nú það þannig að við auðvitað höfum svona frekar kannski einsleita svona sín á sögu Íslands í seinni heimsstyrjöldinni allavega í sögulegu minni Já við höfum auðvitað verið svo heppin með það að við náttúrulega lentum réttu megin í sögunni þannig að við höfum ekki þurft að díla við einhver leiðindi í tengslum við stríðsklæpi eða eitthvað svona kontroversial álitamál úr seinni heimsstyrjöldinni svona eins og eiginlega allar aðra þjóðir hafa þurft að díla við leiði þetta samviskubit sögunar við erum lausið það Já en og svona í fræðilegri sagnarritun seinni heimsstyrjöldina þá virðist líka vera ákveðin konsensus það hvernig sagan sett fram og það auðvitað þessi mynd blessa stríðið sem við höfum nefnt hér áður Já við þekkjum það hvernig þetta var allt svona bara gott og blessað og við vorum þetta fátakaríki fyrir stríða sem var atvinnuleysi og stétta barátta og fátækt og svo eftir stríðið eru Íslendingar moldrík þjóð Einmitt. og alveg gríðarlega mikill kaupmáttur þetta sem fylgir því og alls konar þannig að það er svona ákveðin menn eru sammála það að svona, þetta hafi verið svona þessa söguskoðun en síðan kemur ástandið inn í þetta sem er mjög áhugavert sko því að í tengslu við sagnarritunum seinni heimsstyrjöldinni í Íslandi þá myndi ég kannski segja þú veist að það kannski má skipta en gróflega í tvo flokka það er kannski svona þessi hefðbundna sagnarritun það sem bara verið að segja frá atburðunum og segja frá svona þessu pólitíska og svona samskiptum setjuliðsins við fólk og svona
stríðsárin á hinum ýmsu stöðum út á landi og í Reykjavík og svo framvegis og það kannski svona það sem að Þór Whitehead hefur kannski verið svolítið í farabroddi með í sínum skrefum sem bara svona þessi hefðbundna svona sagnfræðilega aðferð að kafa hún í skjölin og segja frá sögunni ofanfrá og fleiri fræðimenn sem hafa skrifað þá líka á fyrir áratugum en síðan kannski ertu með hinn þáttinn í þessu sem er einmitt ástandið og þar hefur verið mikil gróska í umfjöllun svona síðustu áratugi og málið þetta hefur fengið mikla athygli og það kannski ekki síst held ég vegna þess að fyrsta lagi náttúrulega þá er þetta málefni sem tengist mjög kvennasögu algjörlega þetta er auðvitað saga kvenna á Íslandi og það er auðvitað eitthvað sem er mjög vinsæll vinkill hefur verið síðustu áratugi í íslenskri sagnfræði og víðar og síðan náttúrulega er þetta fyrir utan það náttúrulega bara gríðarlega merkileg saga og alveg ótrúlega hluti sem áttu sér stað þarna sem við ætlum að ræða í dag einmitt og þetta tengist líka auðvitað sögulegu réttlæti og svona ákveðinni þörf fyrir því að þú veist rétta hlut einhver sem að brotið var á í fortíðinni skilurðu og þar auðvitað þegar kemur að því þá náttúrulega er þetta ákveðið álitamál eins og þessi mál sem vorum að nefna áðan með svona collaboration og svona af því að viðbrögð íslenskra stjórnvalda við þessu máli eru alveg stórmögnuð vegna þess að sko orðræðan fer algjörlega á flug fyrst skilur leið og þetta byrjar allt saman í, þú veist, henni opinberu orðræðu þú veist, í blaðaskrifin menn að skrifa greinar að, þú veist, það sé allt þú veist, þetta sé svo mikil siðspilling Er það alveg þvert á flokkadrætti og pólitíkina og allt þetta? Nei, vegna þess að sósíalistar þjóðviljin þeir voru aðeins að taka upp hanskan fyrir konur upp að vissu marki menn voru alveg fróðufellandi í hinum blöðunum yfir þessu og sósíalistar voru stundum það eru dæmi blaðaskrif í þjóðviljanum það sem þeir eru að segja þeir eru aðtuga það þeir eru að tala börn þú veist okkur eru það að tala börn 14-15 ára börni svo okkur druslur og skækjur og eitthvað svona þetta er ósiðlegt að tala svona en auðvitað náttúrulega vitum við það líka þjóðviljinn var náttúrulega mjög aktífur í pólitík og sósíalistar náttúrulega tóku afstöðu gegn setuliðinu framan af og það getur auðvitað verið náttúrulega líka liður í þeirra stjórnmálabaráttu skilur að vera á móti stjórnvöldum og að vera á móti þessum viðbröðum en það fara strax að stað sögusagnir og þetta er mikið í umræðinu á Íslandi og það sem þeir gera síðan er að það eru sett lög 1942 þá koma lög eða í endalegri mynd 43 sem heita lög ungmenni og þetta eru auðvitað beint gegn auðvitað þessum ástandsstúlkum Það bara sett aldurs takmörk í fyrsta uppkastinu af þessum lögum sem var bráðabæralögum voru samþykkt 42 þá var held ég aldurstakmarki 20 ára en síðan var það milda niður í 18 ára 43 með endalegri samþykkt þessara laga áhugavert og þá fær náttúrulega lögreglan heimild til þess að rannsaka þessi mál og síðan dæma eftir þessum lögum og þá er búin til ungmennadómstól sem var þá held ég hluti af sakadómi Reykjavíkur þar í því sátu aðilar sem voru skipaði sérstaklega í hann og áttu að dæma eftir þessum lögum og til þess að rannsaka þessi mál þá er stofnað ungmenna eftirlit sem var deildin af lögreglunar og síðan sendir auðvitað ungmenna eftirlitið mál til ungmenna dómstólsins og þeir dæma í þessu málum og grundvallaratriði í þessu öllu saman er náttúrulega þetta að
þú veist, þetta svona þessi samfélagslega sko, þú veist, þessi menningalegi bakgrunnur við þessum viðbröðum öllum, þú veist, þess að þú segir afbrýðisemi, það er eitt hluti af þessu en það var líka svona þessi þjóðernislegi og þessar svona þjóðernislegu hugmyndir kvennímyndina sem svona móður heilbrigðrar þjóðar einhvern veginn sko já fattaru já og sérstaklega viðkvæmt þarna já, þetta er náttúrulega rétt fyrir sjálfstæði en náttúrulega beint fyrir sjálfstæðisbaráttuna og þá er mitt á viðkvæmt að þarna kemur þetta herlið út og flæði þarna yfir út ameríska áhrif já sem mjög viðkvæmt út hvað það varðar sko, svo fyndi að því að þú að því að nefnir þetta með ameríska áhrifin sko já. Það var svo fyndi kvóti sem ég ætla að lesa fyrir þig það sem var Gylfi Þ. Gíslason sem var seinna ráðherra hann skrifaði sko á einhverjum stað fram að það væri svo mikið að forheimskandi áhrifum sem koma frá bandarískri dægurmenningu já. Hann var þarna á þessum tíma dósent við Háskóla Íslands tjáði sig þetta í Stúdentablaðinu 1. desember 42 það segir hann meðal annars það er hinn göfugasta þjóðrækni að unna menningu þjóðar sinnar því að auk þess sem menning hennar fyrst og fremst gefur lífi einstaklinga hennar innra gildi er hún ein styrkasta stoð réttarins til sjálfstæðis því væri það mikilvægt fyrir smáþjóð sem vildi varðveita menningu sína að láta ekki heimskast já Gylfi benti á að fyrir stríð hefðu borist hingað ýmsir andlegir straumar frá Ameríku svo sem nægara tónlist sú sem nefnd hefur verið jazz, ljót tónlist og heimskandi Já, það er vel áhuga það er jazz þykir náttúrulega svona flott í dag það er svona elitu dæmi en á þessum tíma var mjög litið niður á jazzin Þið hefur haft mikil og ill áhrif á til dæmis reykvískan æskulið smekk hans og jafnvel framkomu Já Þetta er bara svo áhört og þessi kallar, ég var bara skjótt þeim þessi kallar alltaf að myndi sjá ameríska áhrif í dag Já og svo sem fara beint aftur í gröfuna svo bætir að við nú gæti hins vegar sívaxandi amerískra áhrifa á hátterni manna og orðfæri til dæmis virti stór hluti unga fólksins vera hættur að heilsast á íslensku en notaði þess í stað erlenda upprópun sem er heimskuleg í þessu sambandi og segir halló Já Á dansleikjum mætti sjá unga fólkið aka sér í dansinum á hinn fáránlegasta hátt og við hafa ýmsar fettur og brettur og jafnvel reka upp ámátleg óp allt eftir fyrirmyndum í amerískum kvikmyndum Þannig að, já þetta er svona gamli skólinn með þetta hreinu Gamli skólinn En það er auðvitað maður lesa þessu orðræðu þannig að það verður þetta náttúrulega þú segir náttúrulega Íslandi auðvitað var algjörlega gegnum sýrt af þjóðernishyggju á þessum tíma náttúrulega og það var auðvitað svona allsráðandi hugmyndafræð og paradigmið auðvitað Já og náttúrulega ástæðan auðvitað síðan fyrir sjálfstæðinu auðvitað það hefði ekki verið fyrir þjóðernishyggjuna það hefði ekki verið neitt sjálfstæði þá meðan við sattu við að hafa bara danska konunginn og allt það Já Þetta er náttúrulega það sem þetta er náttúrulega ráðandi paradigmin náttúrulega þann dag í dag, náttúrulega þjóðaríkin Einmitt. En já, þannig að þetta var svolítið svona orðræðan og þær tala svolítið það í þessum nýjasta literatúrum þetta, það eru svolítið hvort það séu Bára Baldursdóttir sem að fjallar það í sinni bók Kynlegt stríð sem kom út held í 2020 ef man rétt Já það sem hún mitt tala svolítið þessar svona skal ég segja þeir orðræðuna þjóðerni og kyngerfi og vald út frá kynjasögulegu sjónarhorni og fer mitt svolítið yfir svona hvernig menn hafa verið eða hvernig svona ímynd konunar var fyrir stríð í svona þessari þjóðernislegu orðræðu og það er þetta var svona þú veist þess að við þekkjum að þú veist konan er svona móðir skiluru og hún á svona hafa þjóðina á brjósti sko Já. bera þjóðina sko og náttúrulega ekki til neitt þjóðlegra heldur en náttúrulega móðirinn í þjóðbúningnum sko Nei, mitt
og síðan hafði þetta borið á því líka eins og við erum að tala náttúrulega það þessi náttúrulega ung eða svona þessi nútíma kona er náttúrulega líka að fara að koma fram með þetta með borgarvæðingunni að það var til hugtak sem nú voru að tala stundum í blöðunum sem var sko Reykjavíkur stúlkan sem er svona þessi svona nútíma kona sem er frjáls og velur sér elskuga skiluru þú veist, klæðið sér frjálslega og þú veist, tekur þátt í skemmtanalífi og svona og margir svona svona gamli pungar og verið að skrifa, þú veist líka árunum fyrir stríð, sko, í aðdragandunum að þessu, þú veist, þessa hálgerðu siðspillingu, sko, sem að Já, við sjáum þetta til dæmis í skáldsögunni Piltur og stúlka þar sem einmitt sögupersonar ung stúlka einmitt heldur til Reykjavíkur og síðan er sollurinn þar og siðspillingin og allt þetta einmitt Já, ég ruglaðist að það var Herdís Helgadóttir sem að fjallaði svolítið þetta í sinni bók Úr fjötrum Já, þess að Reykjavíkur stúlkan hafi verið þarna í ástandinu sko að gera uppreist þarna gegn feðraveldinu En þessi dómstól þá ungmennadómstólinn liggur þá fyrir skjalasafn og dómskjöl Já, einmitt, skjalasafn, það er nefnilega áhugavert sko í allir þessari sögu þetta, þá erum við að tala sko þú veist, orðræða er eitt síðan er þetta aðgerðir annað Já. Og hér eru alveg með skýrt dæmi það hvernig orðræða breytist í mjög harðar aðgerðir því að sko að þegar þessi orðræði fer í gang að þá fara stjórnvöld strax að rannsaka hvernig þau geta brugðist við þessu og þá kemur til söguna kona sem heitir Jóhanna Knudsen sem margir hafa nú heyrt kona sem hefur kannski ekki fengið svo ekki komið svo vel út úr sögunni svona síðustu árin Hver var hún svona í stuttu máli? Það var forstöðukona ungmennaeftirlitsins Já og fyrsta lögreglukona Íslands hún var hjúkrunarkona hafði starfað sem hjúkrunarkona áður og fer síðan að vinna fyrir lögreglunni í Reykjavík að undibúa eða safna upplýsingum ástandið 1941 og 1942 er síðan komið að ástand að það er sett saman ástandsnefnd það sem eru unnið úr gögnum sem að Jóhanna hefur búið til eða komið með og sem sagt, þetta er svona rannsóknar siðferði sko í Reykjavík eins og þið orðaða sko Já. og sem sagt og þá er sem sagt komið að fóta þessum lögum síðan dagann og síðan kemur ungmennaeftirlitið og Jóhanna er þá ráðin sem lögreglukona og er þá forstöðukona ungmennaeftirlitsins og þar er hún í rauninni bara að safna upplýsingum og fylgjast með konum og búið til þá mál, skrifa skýrslur og senda til dómstólsins. Þannig að þegar kemur að skjalaheimildum að þá hafa menn notað skjalasafn Sakadóms Reykjavíkur þar sem að þessi mál koma fram og þar eru þá skýrslur og vitnisburður frá ungmennaeftirlitinu sem notuður sem málsgögn í málum Sakadómsins eða þess að ungmennadómstólsins. Já. En síðan kemur náttúrulega tvistið í þessu öllu að Jóhanna Knudsen dó held í 1950 eitthvað 1961 þá afhenda hennar afkomendur einkaskjalasafn hennar niður á þjóðskjalasafn og þar kemur fram að þetta einkaskjalasafn það er innsiglað og lokað og þá að vera lokað í 50 ár frá þessari dagsetningu og það verður við því og þetta er bara sett upp í hillu og er ekki snert í 50 ár síðan 2011 gerist það og þá er þetta farin í gang umræðum ástandsmálin og svona endurskoðun að sögu ástandsins er þá farin í gang sko búið að skrifa bækur þetta og líka nýjar bækur þetta sem að fjallu svona þetta frá þessu svona nýja sjónarhornin sem við vorum að nefna sögulegt réttlæti og svona og svona kvennasögulegt sjónarhorn og svona að þá eru skjölin opnuð og þá kemur í ljós að skjölin í skjalasafni
Jóhönnu Knudsen eru ekki hennar engaskjöl, nei heldur þetta skjöl ungmennaeftirlitsins að stórum hluta. Já, Og þá nefnilega kemur í ljós sko það sem að hún er búin að vera, það sem að hún var að gera sko, þegar hún var að sagt, fylgjast með konum, safna upplýsingum og basically bara njósnum fólk sko, þetta alltaf ekki njósnir þannig að þetta eftirlit með fólki. Já. Og þessi skjöl eru þetta, og þú veist, opna náttúrulega algjörlega nýja mynd af þessu að því og sýnir þetta sko að þetta var, hvað þetta var viðtækt sko. Já, einmitt. Áhugavert. Þannig að Jóhanna Knudsen, hún er þá hvað maður segja, sem þó lítið á hann kannski sem ákveðin skúrk. Já, það mætti gera það. Þú veist, ég myndi segja alveg að þú veist, eins og staðan núna þá er hún ekki með mjög góð eftirmæli í sögunni. Nei. Ég held að það sé alveg hægt að líta á það þannig að hún hafi sem sagt, gengið allt og langt í sínum verkum. Já. Og það er það sem að sagfræðingar hafa verið að benda á. Já. Hún hefur skrifað svolítið þetta eins og ég segði að Bára Baldursdóttir sem að skrifaði bókina Kynlegt stríð, það er fjallað rækilega þetta allt saman. Já. Hún hafði það áður fjallað málið sko meðan skjölin voru ennþá lokuð sko. Og svo kemur hún aftur með þessa bók eftir að skjalasafnið opnaðist. Það var aðgengilegt fræðimönnum 2012. Já. Hún er reynda líka að skrifa upp úr gögnum Kleppjátsreykjahælisins sem var líka aðgengilegt 2012. Já. Þetta er nefnilega, ég þekki nefnilega ekki þessa sögu en til dæmis í þessum skjölum hennar. Já. Hver til dæmis, er eitthvað vita til dæmis af hverju var hún með þessi skjöl? Þetta er þá skjöl sem hefði átt að vera í skjalasafni dómstólar, ekki? Sko það er auðvitað eitthvað sem að gerist oft að opinber skjöl lenda bara í einkaeigu. Það er alls ekkert óþekkt dæmi. Nei. Sérstaklega á litlum stöðum út á landi, það er bara mjög algengt að það gerist og þá auðvitað eiga menn að afhenda það niður á, þú veist, réttar varðveislustofnanir, sko. Já. Þannig að það er kannski engin ástæð til að halda hún að vera fel eitthvað með vilja eða er það eitthvað að vita? Jú, það er alveg ástæð til að halda það. Ok. Já, þú veist. Nei, þú veist, ég spyr til því, ég veit ekki, sko, er það mikið eða er það? Jú, vegna þess að ég menna, þú veist, sko, nú hef ég náttúrulega ekki séð þessi skjöl, sko. Nei. En bara með það sem að kemur fram hérna í því sem að fræðimenn hafa verið að segja um þetta. Já. Að þá er þetta svolítið kontroversial, býst ég við. Já. Og einhverjar hlýtur nú að vera ástæðin fyrir því að afkomendurnir afhendu þetta með þessari lokun í 50 ár. Já, það er góða punktur. Getur vel verið að það sé, ég ætla sem ekki að ætla neinum neitt það sko. En það er mjög áhugaverða lýsingar sem að koma fram í þessum skjölum sem að hún bæði Bára fer vel í gegnum í sinni bók. Þór Whitehead líka skrifaði grein í sögu sem að kom út árið 2013 eiginlega bara leiðu þessum skjölum opnuðust. Já, fyrir ekki Kynlegt stríð, hún kemur úr 2023, það er glæný bók. Já. Og Þór Whitehead tekur þetta fyrir þessu segi 2013 með sinni svona, hann alltaf fer mjög snirtilega ritvöllin, hann alltaf verður ekki tekið frá honum að hann er mjög nákvæmur í sínum skrifum. Og þar er farið vel í þetta líka innihaldi í þessum skjölum. Já. Og hún er með þannig er hún með minnisbækur þar sem hún er búin að skrifa upp nöfnin á kannski einhverjum 100 kvenna sem hún er að fylgjast með. Já. Og svo er hún með þú veist, glósur þær með alls konar svona athugasemdir útlit, mikið svona oft svona, þú getur alveg séð hvaða sýn hún hafði á þessum konum sem hún var að fylgjast með. Já. Sérst ekki mjög hátt álit. Nei, mitt. Það skín alveg í gegn að hún, þú veist, henni finnst þetta að vera svolítið svona siðlaust og óþjóðlegt pakk, skilurðu. Já. Og síðan koma glósurnar njósnirnar eða eftirlitið það sem við erum að fylgjast með. Þá kemur ljós að hún er bara að fylgjast með konum út allan bæ. Já. Og gengur mjög langt fram í þessum njósnum. Já. Til dæmis eldir bíl
tímunum saman sem að var kona og einhver hermaður að keyra saman í og alltaf með svona athugasemdir sko, þú veist, ég er að reyna að góma hérna fólk sem er alveg örugglega í vændi eða alveg örugglega í lauslæti og eins og Þór Whitehead segir sko, það er svona að hún hafi haft svona eins og hún hafi þráhyggju fyrir kynlífi, skilur, hún er alltaf að sjá fyrir sér sko, að það sé, hér er eitthvað svona rosalega lauslátt og siðspilt kynlífi í gangi sko, sem að kannski er ekkert sem bendi til að hafi verið í gangi. Nei, fattarðu? ég skil. En hver voru þá til dæmis viðurlögin við þessu lög til dæmis, ok, hvað við segja, 18 ára, ég segi þá 17 ára stelpa, fer á ball og kynnist einhverjum hermanni sem kannski 17 ára líka. Já. Hver voru þá viðurlögin við þessu og brjóta það þessu lög? Viðurlögin voru að senda í sveit. Já, ok, það er dómurinn. Þú veist, þetta er þessi gamli hugsunarháttur, sko, taka þau úr sollinum í borginni og fara með á okkar gott heimil út í sveit, það sem er sko ægi og vinna og þjóðuleg gildi. Já, já. Og síðan voru viðurlög líka að senda á upptökuheimili og þá voru starfrækt 2 upptökuheimili. Það var heimili sem að heitir Sóttvarnarhúsið sem er vestur í bæ, sem hefur verið kallað barnaverndar, hvað var það, barnaverndarheimilið eða barnaverndarhúsið, eitthvað svoleiðis. Nei, barnaverndarstöðin held ég að það verið kallað. Og það var sérst svona upptökuheimili fyrir börn frá, eða fósturheimili, þannig sé upptökuheimili fyrir börn sem að barnavernd hafi tekið og þar voru stúlkur stundum settar og síðan í svona sérstökum dæmum þá voru þau með þarna Kleppjárnsreiki sem að var svona upptökuheimili út á landi, ég er ekki í Borgarfirði, ég held að sé eitthvað þar. Og það var nú gerð mynd hérna nýlega, heimildamynd sem heitir Stúlkurnar á Kleppjárnsreikjum sem ég man nú eftir. Já. Sem að talaði um þetta, fjallaði um þetta. Og þetta er sko í rauninni barnaverndarúrræði sko, þannig séð. Og ef þú skoður þessi lög, þess að það er ein grein sem að Agnes Jónasdóttir skrifaði í sögu 2020 sem að ber titilinn Ástandsstúlkan sem vandraði unglingur. Það sem hún er að fer alveg á kafi í þessi lög og svona markmið með lögunum og framkvæmd lagana og er að skoða þetta sérst út frá svona kenningu eða svona hugtækinu vandraði unglingur sko. Já. Sem er þá í rauninni sko unglingur eða ungmenni sem að brýtur lög eða brýtur norm samfélagsins og hún færir rauk fyrir því sko að lögin eru í rauninni sko, að því að þetta eru náttúrulega verið að tala um ungmenni sem eru yngri en 18 ára, þú veist, sem lögin eru, þegar lögin eru komin í sína mynd sko, að þá er þetta í rauninni sko viðbragð samfélagsins við sko það sem var álitið náttúrulega stórt vandamál og ógn við ungmenni sko, þannig séð, og að þessi hefðbundna barnavernd, þessu barnavernd að nefnd, þetta voru þetta barnavernd Reykjavíkur og þetta voru í sveitafélagunum sem að voru eldri lög, samt ekkert svo gömul, það voru 10 ára gömul lög um barnavernd að það var ekki að ráða við umfangi á þessum nýja vanda sem var núna komin með hernum sko. Þannig að þá voru sett ný lög sem að koma með þarna úrræði sem að er sko í rauninni svolítið nýjasta í þessum fræðum með þessum tíma að vera með svona upptökuheimili skilur það sem átt að hjálpa börnum sem voru í vanda og þó svo við höfum þetta eftir á að hyggja sjá við að þessi svona stofnanavæðing 20. aldarinnar geðveikra hælinn eins og þau voru hérna á fyrirluta 20. aldar og allt þetta við höfum náttúrulega þetta horfið mikið frá þessari svona stofnanavæðingu en ég meina þessi barnaheimili hafa þetta verið svolítið svona hluti af þeirri þróun heldur það ekki? Jú, algjörlega og auðvitað eftir því sem þetta samfélagi auðvitað var svona hægt og rólega auðvitað auðugara og hafði efnaði að byggja upp svona stofnanir og það náttúrulega voru þær auðvitað settar á laggirnar til þess að reyna að leysa ákveðin vandamál en það sem menn gerði sér ekki grein fyrir og sá að gera þá náttúrulega fylgdu stofnunum náttúrulega bara enn önnur vandamál eins og við sjáum núna
allar þessar rannsóknir og rannsóknarskýrslur sem verið að fara í gegnum hvað á að segja, hverja stofnunum eftir annarri og maður sér að það verið skefilust ofbeldi, alveg sama hvar maður drepur niður fæti, því miður. Já. En að ástandinu, Já. Þetta voru þá fyrst og fremst að unga stúlkur, 18 ára og yngri. Já, sko sem lögin snúastum. Já. Og snýst það orðræðan þá líka fyrst og fremst þessar stelpur, því ég verður ekki það, ég hef alltaf séð fyrir mér ástandið sko 20 stelpur að fara á ball. Nei, ég held að orðræðan snúist ekki það, ekkit bara það sko. Nei. En náttúrulega sko ríkið getur ekki svipast fyrir eða sko gripið inn í hvað fullorðið fólk að gera nema það sé eitthvað ólöglegt. Nei, mitt. En það nefnilega líka málið og það getur maður að sé svolítið í þessari umfjöllun hennar Agnesar eða sko lögin sko framkvæmd lagana í rauninni svolítið öðruvísi heldur en lesa má úr sko áætlun lagana þegar þú lest lögin, þú getur farið inn í stjórnartíðindu og lesi lögin sko þá lítur þetta út fyrir að vera miklu meira svona barnavendamál. Já. Skilur við, barnavend, passa börn afvega lita unglinga skilur við og snýstum sko unglinga sem eru fórnarlömb sko drykkjuskapar leti skilur við og lauslæti það kannski bara eitt hlut að því og síðan átti þetta að vera samstarf á milli barnavendar Reykjavíkur og þessa nýja ungmennaeftirlits það sem að við sjáum síðan þetta að sko ungmennaeftirlitið og það sem að þau voru gagnrýnd fyrir að þau fara út fyrir sko valdsvið sitt í rauninni sko og ganga fram með miklu meiri hörku sko og samstarfið á milli barnaverndar Reykjavíkur og ungmennaeftirlitsins var minna heldur en sko í praxis heldur en þú myndi búast við að lesa lögin. Ég skil. Og svo sér við það líka þegar þú skoðar ungmennadómstólinn að þá eru þetta 113 mál sem voru tekin fyrir og þar sem að voru mál sem að þá ungmennaeftirlitið kemur með. Þar að voru held ég 45 mál sem enduðu með dómi með úrskurði og af þeim voru 3 mál þar sem að voru drengir sem komu við sögu. Allt hitt voru konur. Og þú veist, og þegar þú skoðar þessi mál sem verið að fjallum að þó svo að lögin snúist ungmenni, bæði stráka og stelpur og miklu meir en bara lauslæti eða þú veist að þá sko að þá framkvæmd lagana skilur og það hvernig ungmennaeftirlitið og dómstóllinn að framkvæma lögin þá það algjörlega beint gegn þessum stelpum sem eru í ástarsamböndu við hermenn. Einmitt. Og það sem að sko upphaflega á rauninni að vera að hjálpa börnum sko orðið að svona þú veist, þetta orðið refsivert athæfi og ungmennaeftirlitið að þetta sem náttúrulega rauninni bara hluta lögreglunni og dómstóllinn þau eru sko að þú veist, yfirheyra stelpunnar finna sönnunargögn gegn þeim og reyna að krefja fram játningar og reyna að krefja þeir til þess að gefa upp önnur nöfn og svona. Já. Það náttúrulega mikilvæg hluti að þessu þetta líka að dómstólinn náttúrulega gátt ekki dæmt hermennina fyrir neitt. Nei. Þá var það eina leiðin þá var að fara eftir stelpunum. Já. Þannig að þú skilur sko, pointið sko að það ekki svo sé vera að hjálpa þessum börnum sem eru í vanda sko. Nei. Heldur þess að sé vera að reyna að góma og refsa. Einmitt. Börnum sem eru slæm, vaturu. Já. Það svolítið áherslan sko. Og eins og kemur fram í þessum skjölum sko, þá sjá menn það alveg að vinnubröðunum sko að til dæmis ef að stelpunna segja frá kynferðisofbeldi þá engin áhuga á því. Nei. Þú veist, þá skiptir Jóhanna umræðefni. Já. Þegar að það verið að tala um kynlíf eða ástarsambönd með íslenskum karlmönnum þá engin áhuga á því. Nei. Og meiri segja þegar að verið að tala um sko, minnur hann hafi skrifað það þú veist, ef að norskir karlmenn koma við sögu þú veist, þá það að það voru alltaf norskir líka sko hermenn. Já. Miklu minni hluta. Þá það sko svona minna því það svona frænd þjóð sko.
Já, þannig þú veist alveg augljóst að hér er verið að ráðast gegn kvenfólki eða stúlkum sem eru með amerískum eða breskum engilsaksneskum hermunum sko. einmitt. En hún reyndi að tala það Jóhanna, hún var náttúrulega má alveg sjá hennar svona heimssýn í þessum skjölum og hún var náttúrulega með alveg rosalega þjóðniskend og hún náttúrulega skrifaði líka mikið í blöðin og það er auðvitað að finna það sem hún hefur skrifað í blöðin og skrifaði pistla og líka setna meir sko, alveg fór hamförum í að tala þetta að vera svo rosalega ógn við þjóðina og þjóðalíkamann og þetta sko, þetta agalega lauslæti og drusluskapur sem var í gangi sko. Já. Og hún held ég nefni nú alveg líka sko, að það sé vandamál að þær séu með norskum mönnum sko. Já, hún vildi bara gömlu góðu íslensku bóndasinnina. Já og svo er alveg ótrúlega lýsingar sem að menn hafa, sem að þau hafa tekið upp úr þessu sko. Ég ætla að lesa hérna til minnst þetta hérna er upp úr bók Báru sko, hún skráði fullt nafn og heimilisfang, fæðingardag og ár, atvinnu og fjölskyldu hæ, hérna er hún að lýsa sko held ég stílabókinni sko með listanum yfir hann 100 kvenna sko, eða stúlkna. Ennfremur skráði hún gjarnan upplýsingar útlit, klæðaburð og hegðun. Það vekur athygli að oft voru nokkra færslur sömu konuna sem þýðir að leið og þær voru komnar á blað var fylgst endurtekið með athöfnum sumra þeirra. Það er sláandi hversu lítið þurfti til að lenda á skrá Jóhönnu. Orðsporið 1 virtist oft nægjanlegt og öllum líkindu voru það heimildamennirnir sem lýstu upplifunum sínum af konunum í þeim textabrótum sem færðu voru til bókar. Endurteknar umsagnir þeirra tilteknar konur sem höfðu á sér léttúðar orð, illt orð, breta orð og hermanna orð segja sína sögu. Kona sem þáði boð hjá bretum mættu dansleik hjá hernum eða satt með hermönnum til borðs og Hótel Borg gat auðveldlega fengið á sig orðspor af þessu tagi. Já. Svo segir hann hérna sko, ein 18 ára skrifar hérna eina 18 ára gamla stúlku, útskrifuð af verslunarskóla, hefur verið á dansleik í herbúðunum. Einnig var tekið fram að móðir stúlkunar væri mjög stolt af samveru dótturinnar við hermennina. Nokkur síðar upplýsti heimildamaður að sú stúlka inni á skrifstofu hefði hún á sér mjög mikið breta orð. Já. Svo hérna ein sem að drakk talsvert á tímabili en mun nú gera minna því. Konur sem þóttu neðar á siðferðismælikvarðanum voru oft sagðar drikkfeldar, lauslátar, ófrómar, alræmdar, frekar í ástandinu, druslur, skækjur, vændiskonur og lauslætiskonur. Sumar voru taldar selja sig og fullyrt var aðrar að þær seldu sig. Og svo kemur hérna sko orð sem að voru notuð til að sko viðurnefna þessar stúlkur: skjóna, nagdýr, gríla, tvíbreiða og fimmaura. Já. Neikvæða lýsingar sem snertu útlit og framkomu kvennanna voru stundu færið til bókar. Í minnisbók Jóhannu eru til að mynda að finna eftirfarandi lýsingu á stúlku: sæmilega til fara en framkoman kjánaleg, há, grönn, ófríð, rauðhærð, svipurinn ólifnaðarlegur. Önnur var sögð hávaksin, þroskaleg, svarthærð, dökkeig, húðin gróf og bólótt, hárið hrokkið, sæmilega klædd, framkoma héraleg. Já. Þriðja var reknisleg útliti og fjórða var sögð minna á mongóla. Þannig að þetta er svona, þetta er lögreglan að fylgjast með sko. Einmitt. Já, þú nefndir þetta vændi, hefur verið litið á það, því ég gerir ráð fyrir að vændi hefur verið ólöglegt á þessum tíma og það hefur verið önnur lög sem náðu við það. Sko, ég spyr mig, þú veist hversu, þá náttúrulega ef við tala eldri því við vitum það náttúrulega líka, þá náttúrulega alltaf til vændi alveg sama hvar maður og sérstaklega í tengslu við hermenn. Já. Sko hún, er það eitthvað að rannsaka það? Hún heldur að það hefur verið vændi. Já. Og það er talað það að það er grunur á að það sé verið að selja sig. Já. Og ég meiri sé að man nú ekki hvar ég sá það, mér fannst hún reyndar alveg magnað einhvers staðar las ég að hvort það voru sögusagnir eða hvað það var að íslenski menn var að selja konur og að selja aðgang á konum eitthvað svona. Já. Og það verið svona eins og í gögnum ungmenneftirlitsins að þar sé verið að leita að vísbendingum eftir vændi sem hún finnur síðan ekki sko. Hann nefnir að held ég Þór Vætett í grein sinni
ef mann rétt Já, að á einhverjum tímpúnti sko þá kemur hann breskur hún segir frá eða hvort það sé ykkur þessum skjölum þá segir hún sérst frá því einhver hermaður hafi sérst að því við hana að það væri verið að stunda vændi á Hótel Borg já, og hún hafi beðið hann að skrifa þetta skriflega sko og svo hafi ekkert ofruð úr því nei, það virðist vera svona helstu sönnunagögnin fyrir vændi sko já, en Þór nefnið þetta líka og við vitum það náttúrulega hann hefur náttúrulega farið skoða öll þessi amerísku og bresku skjalasöfn og svona í tengslu við sína rannsóknir á stríðinu almennt og hann segir að það sé ekkert sem bendir til þess í amerískum gögnum sko að það hefur verið stundavændi á Íslandi. nei, en hvað með lögregluna almennt? Ég veit það ekki. Skjalasöfnu þar? Nei, mér finnst bara áhvert, ég er alltaf hvað er til sönnugögn og eitthvað þannig ekki það ég sé eitthvað fara verið ástandi en ég alltaf kaupi það ekki að það hafi ekki verið neitt vændi á Íslandi að það hafi verið svo saklaust og gott og bara til þess að skjóta einn sko þetta er mér þess að vandamál með norska herin í dag hermenn sem eru að fara út í heim og er að kaupa vændi og slíkt sem er stránglega bannað og kemur náttúrulega sérstaklega illa út í það er hermenn sem eru á vegum auðvitað konungsríkisins Noregs og eru að vinna ákveðin störfu að vera hjálp og aðstoða íbúa og eru sem kannski að kaupa sér vændistjónustu þetta er mikið hneykslu og það verður mikið skrifað um þetta í norskum blöðum Einmitt. En kannski er það þá kannski væri ameríski herinn ekki að færa það í sín skjöl að það veri verið að stunda vændi, ég veit það ekki, ég þekki það ekki sko. Já, ekki nokkur að trúa að þeir hefur skrifað það liðinu. En það er eitt í þessu sem að nefnilega er það sko að þau eru svo viss um það að það sé verið að stunda vændi orðrómurinn er þannig sko. Já. Og svo þegar það er verið að yfirheyra kvenfólk og þau segja sko að þau séu ekki að taka pening fyrir þetta Nei. að þá sko gagnrýna þau stelpunar fyrir að vera svo þú veist, svo siðlausar sko Já. að hafa ekki einu sinni vit á því að taka borgun fyrir þetta sko skilur hvað minna Já, viðhorfið er þannig sko Já. Áhugavert Já. En síðan Það er alltaf að sýna hvað heimsýninu þetta gegnum sýrir þá algjörlega rannsóknina og allt Já, þetta er náttúrulega ef þú ferð út í einhverju vegferð þú ert búin að ákveða fyrirfram eitthvað Já, einmitt Þú veist, það er náttúrulega þetta er alltaf þannig þú ert búin að ákveða hver niðurstaðan er og þú ert bara að leita að sönnunargögnum eftir því sko Já og það er auðvitað alltaf hættulegt ef að lögreglan er náttúrulega með þannig Mjög svo Það er mjög hættulegt lögreglan að ákveða þú ert sikur eitthvað og sé bara að leita að sönnunargögnum Já en aftur að sko blaðorræðin og svona orræðin í samfélaginu sko þar voru menn að stinga upp á því sko að þetta gengi nú ekki sko að herinn þyrfti nú að sinna sínum mönnum sko með þeirra nauðsynjum Já þannig að herinn ætti sko að flytja inn vændiskonur Já fyrir hermennina sína Já svo þeir sé ekki að fara íslenska kvenfólkið sko Einmitt og þetta var að vera að skrifum bara í blöðunum sko. Já, ekki sér og þetta lítur þetta svona eins og þetta er rosalega karllæga viðhorf náttúrulega, þú veist að líta á konur sem bara eitthvað svona objekt sko. Og það er náttúrulega hluta sögunu að karlmenn náttúrulega hafa alltaf barist kvenfólk og aðganga konum og við sjáum það alveg saman hvaða samfélum maður lítur á eða hvaða sögulegu tímum það er það er alltaf barist það er eina megin ástöðum fyrir því af hverju karlmenn gera eitthvað í heiminum það er á einn eða annan hátt til þess að ná sér í maka og það er náttúrulega bara mikilvægt að gera sér grein fyrir því til þess að reyna að skilja svona fyrirbrigði þá náttúrulega er þetta auðvitað viðkvæmt því það náttúrulega er samkeppni auðvitað og svo náttúrulega er líka áhugavert auðvitað þetta að það hefur náttúrulega alltaf verið vandamál fyrir samfélagi ef það hefur verið mikið af föðurlausum börnum Já því náttúrulega föðurlaus börn eru samfélagsvandamál og það er ekkert börnunum að kenna en til dæmis ég geti alveg lofað hlustendum því að ef myndi til dæmis fara á Litlahraun og spjalla við þá sem sitja inn í þar og það myndi ekkert koma óvart það er mjög mikið af föðurlausum mönnum sem eru þar Já og þannig hefur verið alltaf það hangir alveg saman afbrot og slíkt þannig að það náttúrulega eru það
hluti af því okkur samfélög ganga hart fram og reyna að setja kynferðismál í eitthvað ramma en það hefur alltaf þannig öll samfélög okkar samfélag í dag kannski svona eina undantekningin það sem hefur eftir þessa kynferðislegu byltingu á 7. áratugnum að reyna að brjóta niður alla ramma og flesta ramma allavega og byggja hlaðundi mjög mikið frelsi en það er algjör undantekning í mannkynssögunni vegna þess að það náttúrulega fylgja því auðvitað ákveðið vandamál eða úr með tölverðan hóp barna sem ekki alast upp hjá feðrum sínum og þetta líka auðvitað hjá mæðrum en það er náttúrulega ástæðan fyrir því okkur ég tala föðuleysingja auðvitað það er mikið erfiðara fyrir konunu að yfirgefa barn sitt heldur en kallinn og við sjáum þetta til þess að þetta er náttúrulega gegnum sýri til þess bara dægurmenningu okkar samtíma ég veit ekki hversu mikið og þetta er ekki kannski seríu sem ég leita sérstaklega en það er alveg eftirtæktavert að horfa til þess og ég mæli með að fólk takinu eftir því þú ert að horfa á einhverjar seríur eða bíómyndir eða hvað það er hversu oft það kemur fram skilnaðir eða mamman hafi dáið eða pappin eða hvað er þá með þess að vera kvart undan sér í Nóri þetta væri svo mikið þema að það er alltaf einhverjir börn sem eru búin að missa eitthvað og það er alltaf vegna að það situr þetta í fólki þá var að tala aðeins hlýðaspor hjá mér það var að tala kvart undan jóladagatalinu og NRK þeir búið til svo mikið efni þar sem það einmitt mamman eitthvað veik eða eitthvað að en til dæmis bara eins og sería sem var að vinna verðlaun hjá BBC Ludwig mér mann heiti fjallar mann sem vinnur við það að búa til heilaþrautir og gátur og svona skrifa þannig bækur og bróður hans rannsóknarlögreglumaður og hverfur og hann síðan að fara að tekur yfir hans starf sería sem ég mæli með það er einmitt mikilvæg hlut að seríunni að pappin gekk út af heimilinu á sínum tíma yfirgaf fjölskylduna og þetta er alveg gegnumgangandi þema ég veit ekki hversu marga Marvel myndir fjallar til dæmis ekki þetta það er og þess vegna þetta er með að reyna að skilja af hverju samfélagi gengur ekki að ætla að vera að verja þá sem voru að ganga svona hart fram en til þess að reyna að skilja það er mikilvægt að hafa það líka í huga það er mjög erfitt fyrir samfélag ef það mikið hömluleys og frelsi hvað þetta varðar og mikið af föðuleysum börnum Já, það er örugglega og góð punktur sko og alveg örugglega eitthvað það börn sem hafa verið til úr svona samskiptum hafa verið föðurlaus Já, því síðan líka áhort og ég veit ekki hvort það hefur rannsakað til að þú nefndir það eitthvað sem konum heldur til síðan þá Bandaríkjanna eða Bretlands og eitthvað snéru þetta aftur en hefur það eitthvað verið kannað hversu farsæl voru þessi hjónabönd eða ekki? Ég veit ekki, ég sé það bara nefnt hér og það í þessum litteratúr sko ég held að sé örugglega allur gangur á því sko ég þekki það ekki sko það er auðvitað alveg dæmi sko konur sem að koma heim sko Já, ég myndi skjóta á að það hefði auðvitað allur gangur á því en ég myndi samt skjóta á svona almennt hafi skilnaði verið hærri í svona samböndum heldur en meðal Íslendinga til dæmis það er einfallega bara vegna þess að maður veit það að hjónabönd þvert á tungumál og menningu og slíkt eru óstöðari en hjónabönd innan afmarkaðra hópa það er bara tölfræði Ég sá nú hérna á YouTube daginn eitthvað frétta einslag úr það sem var eitthvað bandarískur hermaður gamall, svona veteran eitthvað 80 ára gamall sem að var að leita að sko gamla sweetheartinu sko frá því að hann var í Frakklandi 1945 sem var einhver kona stelpa sem hann hefði verið með sko svo fór hann bara aftur heim og giftist augnaðist fullt af börnum og svo núna var hann einn og þá vildi hann fara að finna þessa konu sem var svona raunverulega ástin hans sko og þá að fara og hún var grafin upp sko þá var hún ennþá lifandi það í Frakklandi áhugavert og var líka náttúrulega eitthvað bara 80 eitthvað og síðan sko fer hann til Frakklands og hittir hann og það var romantist og þau alveg bæði náttúrulega þarna búin að lifa sínum lífum og hún alltaf líka búin að giftast og eignast börn og barnabörn og það er líka dæmi svoleiðis Já, algjörlega en það er auðvitað algjörlega til en ég veit það, þetta er rannsaka heilmikið innan sálfræði og félagsfræði og hvað það er
og maður veit alveg hvað maður að segja, það sem að eykur stöðuleika í hjónaböndum og hvað veikir það og það er náttúrulega svona ákveðinu hlutir og þarna, að því það er náttúrulega margt sem hefur þetta verið rannsakað og þetta er það náttúrulega ákveðinu ögrun eins og bara til dæmis ég var að horfa á áhugaverða þætti hérna daginn sem fjallaði danska menn sem hafa haldið til Tælands þó einmitt og giftast síðan þar auðvitað er það náttúrulega mikil ögrun fyrir hjónaband að til dæmis þau tala hafa ekki sameilt tungumál og til dæmis bara áhugavert að þeir voru að tala það jú, að vera giftu konu sem getur ekki tala kannski almennilega við því orðaforðin er svo takmarkaður og einn til dæmis var að tala það hann var að reyna að læra tælensku en hún fannst það svo erfitt að hann gafst upp á endanum enda er það ástæða fyrir því að fólk venjulega laðast að fólki sem tilheyrir sama menningar eða sömu menningu Já og síðan auðvitað er heimurinn náttúrulega að verða minni núna auðvitað, fólk er alltaf að ferðast og flytjast og ástin spyr nú ekki landamæri Já, það sem er svo áhvert að hún gerði það samt því því að þú sér sko allir með þess áhugavert að horfa allir með þessi auglýsingum er klassist að vera með svartan mann og hvíta konu það er mjög mikið það í auglýsingum hvort sem er í Noregi eða Bandaríkjunum eða hvað það er en slík sambönd er til dæmis algjör undantekning í raunveruleikanum Já og svona almennt ef þú lætur fólk vera þá vel fólk sem venjulega maka úr sama umhverfi Já en allavega ég held að ég allavega kannast ekki við hvort það hefur verið gerðar einhverjar rannsóknir á þessu tengslu við sambönd eða hjónabönd íslenskra kvenna og amerískra hermanna eða breskra en ég veit þó allavega það að þau þekktust og voru mörg og alveg mörg dæmi bæði að þess að konur hafi komið heim og síðan að konur hafi flutt út og bara lifa góðu lífi ég held nú að kannski að nú eitthvað minnum það að bandarísku hermennir hafi verið eftir á Íslandi ég held að en það er alveg örgulega dæmi það líka Já, örgulega einhverjir það ekki ekkert það en allavega ef við förum aftur að þessum stórmögnuðum skjalaheimildum sem er skjöl Jóhannu Knudsen og gögnin sem að þar koma fram eins og ég var að lýsa hérna þessum ótrúlegu lýsingum hennar á viðfangsefni sínu og það er auðvitað að lesa þetta mæli með því að fólk skoði bók Báru Baldursdóttur Kynlegt stríð og grein Þórs og Æddet Stríð konurnar skemmtilegar áhugaverðar lýsingar og ótrúlegt og hann segir hérna hann Þór sko að já og svo er reyndar annar punktur í þessu sem ég gleymd að nefna sem er það sko að hún er með aðstoðamenn, hún er með heimildamenn þá voru þarna aðalega 2 aðri menn Já sem að sko eru nafngreindir, man ekki hvað heitir Þorsteinn eitthvað Þorkell Hjálmarsson og einhver annar sem eru þá menn sem að sko lögreglustjórinn Agnar Kofet Hansen hefur skaffað líklega með við það sem að Þór skrifar alltaf þekkir þetta og hefur skrifað mikið um þetta í sínum bókum hvernig allt þetta virkaði þarna og hefur tekið viðtöl við fólk og hann segir hérna á einum stað að Agnar hafi sagt í viðtali við sig að þessi maður var hvað var það hérna já hann hafi verið að nota hann í svona verkefni og það hefur hann verið að fylgjast með líka fyrir hann fyrir stríð eða mann rétt Já og þessi gaurar gátu komið upplýsingar sko konurnar sko og svona ótrúlegustu hluti sko það sem þeir eru að hlera samtöl og þeir eru að fylgjast með sitja fyrir utan húsið og segja skiluru þessi kona hérna ég sá hérna klukkan 23:30 þegar hún fór inn með hermanninum á meðan maðurinn hennar var á sjónum skiluru ég sá klukkan 01:15 þá kemur hún í gluggan léttklædd klukkan 5:30 var hermaðurinn ekki ennþá farin út eitthvað svona skilur þá eru þeir bara njósna eitthvað sem er kannski ekki refsivert athæfi sko, sem er kannski bara framhjáhald sko. Mögulega en fengur þá borga fyrir það hlýtur að vera það sem það kemur nú ekki fram í þessum sem ég var að lesa Nei, það hlýtur að vera það þarf eitthvað drifkraft til þess að nenn að hanga fyrir utan hús og njósna á nóttunni Já, hlýtur að vera en svo var hann líka að tala um það sko að
fólk sko þekkti þessa gaura vissulega þeir var eitthvað að njósna sko Já, þetta voru alltaf að hanga eitthvað þar sko já og og svo segir hann sko á einum staði í greininni að já, enginn bar Jóhönnu þó önnur eins tíðinda kynlífi bænum og aðstofamaðurinn Þorkell G. Hjálmarsson sem lagði við hlustir og skráði samtöl fólks við ótrúlegustu aðstæður. Líklega hafa aldrei verið stundar viðtækari njósnir engalíf fólks á vegum íslenskra yfirvalda en þær sem lögreglustjóri stóð að á stríðsárunum fyrir tilstilli dómsmálaráðara. Hugsa sér. Sem þá var Hermann Jónasson sem var enda forsætisráðara líka. Já. Af því að þetta eru njósnir sko sem að fara sko út fyrir valdsvið þessara í rauninni sko, það er verið að njósna líka, það er ekkert bara verið að njósna sko innan gæsalappa vandræða unglinga eða ungmenni sem eru í ykkur drykkjuskap, lauslæti, leti slæmum félagskap eða eitthvað, það er verið að njósna konur sem eru í ástarsamböndu við hermenn. Já, ég skil. Og líka fullorðna konur sko. Já, einmitt. Það virðist verið það sem kemur fram í þessum skjalagögnum. En konur þá sem voru eldri en 18 þá, voru þá eitthvað viðurlög eða var hægt að gera eitthvað við þær? Nei, dómstóllinn alltaf nær ekkert við það sko. Nei, en af hverju þá verið njósna þær? Var það? Ég lýsir það ekki bara þráhyggju þessara konu? Jú, sjálfsagt. Það er mjög sérstakt. Já, mjög sérstakt. En ef við tölum að þessum ungmenna dómstólinn að því að við komum þess að áðan þau voru náttúrulega með þessi upptökuheimili og þar eru Kleppjárnsreykir sem var svona heimilið það sem að stúlkurnar voru sendar og það eru lýsingar í þessum bókum á því að það var mikið stigma tengt við þetta mikið skömm við þetta. Já. Og það eru lýsingar á því þegar sko og það eru bréfaheimildir þarna sem að talaði þarna sem að stelpunnar eru sko náttúrulega berjast gegn því að vera sendur á Kleppjárnsreykja, það er sko náttúrulega það vilja það ekki sko því það er slæmt skilur. Já. Og síðan sko þegar komið fram á 1943 þá er farið að síga svolítið undan þessu. Sko Kleppjárnsreykir er starfræktur sem vinnuskóli og þannig svolítið svona norrænni fyrirmynd. Það eru þarna svona þeir sem að búa þarna eiga að vera búa þarna elda matinn og vinna og læra skiluru, þetta á að vera svona betrun sko fyrir vandræða unglinga eða þeir unglinga sem þurfa eitthvað heilbrigðara umhverfi sko. Já. Og svo er þarna starfsmaður eða forstöðumaður þarna sem að er þarna síðasti forstöðumaður þarna sem heitir Benedikt, man ekki hvað svona var, sem að sko fer að verða svartsýnn á sko að þetta að rekstur þessa heimilis sé eitthvað að betra þá sem búa þarna. Já. Og hann skrifar það eru til gögn sko úr skjalasafni þessa heimilis að það sem hann er að skrifa í svona dagbækur eða logbækur sko sínar athugasemdir við það að það er verið að strjúka stelpunna sem búa þarna, þeim líður illa þarna vegna þess að það er svo mikil skömm að því að vera þarna. Já. Og það er upplifað að þetta er svo fangelsi sko. Já. Og þá sé maður kannski líka það að því að verðist sko sem ég les út úr þessum að forstöðumaðurinn skilur er þarna auðvitað í einhverjum góðum tilgangi, þetta er ekki fangelsi skilur. Nei. Og hann sér að það er ekki verið að hjálpa, þetta er ekkert að hjálpa, þetta er í rauninni bara að skemma fyrir. Einmitt. Þannig að hann fer að tala það að rekstur þessa heimilis í þessari mynd er ekki að virka, þannig að það þarf að fara ætti rauninni að leggja þetta niður sko. Einmitt. Og alltaf það sem er svo erfitt auðvitað líka með þessar stofnanir og alltaf þá sögu er að það er alveg að benda á og alveg að segja maður að kannski gengi í hinar öfgarnar að afnema allt og til dæmis hvað maður að segja hvar eru mörkin, hvenær til dæmis að fjarlægja barn af heimili og hvenær ekki og þegar þú ert sérstaklega með slík tilvik þess að það liggur ekki alveg fyrir og augljóst auðvitað að það er mjög skaðlegt fyrir barnið að vera heimilinu, þá getur það verið verra að taka barnið frá móður sem ekki virkar almennilega og setja eitthvað svona upptökuheimili eða eitthvað svona stofnun en hitt að setja sig við
lélegar aðstæður og enn og aftur hvað var allir með stofnarinn og svona og það er smá útúrdúr en við vitum það til dæmis að mikið af fólki sem er heimilislaust og býr einfallega á götunum og náttúrulega er fólk sem glími við einhverja geðkvilla og eru þess vegna á götunum til dæmis í Bandaríkjunum ástæða fyrir því okkur bandaríska götur eru fullar af heimilislausu fólki það er vegna þess að stofnarinn voru tæmdar á sínum tíma og geðveikraheilun var lokað og það var ekkert sem beið fólks og það lendu menn á götunni þetta er eins þannig í Noregi í dag það er það mikið af úrræðum í Noregi að það þarf enginn að vera á götunni ef maður getur notað ef maður vill nota úrræðin svona með einstakling sem á við geðræn vandamál að stríða. Mér finnst að reyndar sko nú hefur þetta verið mikið umræðinni náttúrulega svona síðustu áratí unglingaheimilin þú veist þessu Breiðavík Breiðavíkur heimilið þetta var náttúrulega stórt mál og rannsóknarskýrslur og svona sko og það sem auðvitað var bara ofbeldi gegn börnum sko og ég hef nú ekki séð að það hefði verið þarna sko enda eins og ég segi mér sýnist að forstöðumaður þessa heimilis hafi verið sko þarna í besta tilgangi og séð að þetta væri ekki að virka og þess vegna var að lagt niður sko því að og það hefur aðalega verið það sko að það sem átti að vera barnaverndarúrræði sko hefur virkað á heimilismenn sem refsivist og fangelsi og agalega mikil skömm fyllt því að vera þarna sko náttúrulega hryllilega erfitt sérstaklega og svona viðkvæmum aldrei eins og úlingsárin eru þannig að það enda með því að í hvort það sé lok árs 1943 og þá er Kleppjárnsreykjum skyndilega lokað og dómstóllinn er leystur upp og ungmennaeftirlitið er leyst upp sko, þetta er allt leyst upp og það er áhugavert að nefnilega sko þó svo framan af hafi hinn opinbera orðræða verið rosalega mikið þetta siðleysi og þetta hryllilega siðspilta lið og allt það sko viðbröðun eru síðan þessi lög og þessi dómstóll og þetta eftirlit og þessi úrræði síðan sko heldur þetta orðræðan áfram hinn opinbera orðræða sko og það fara alveg að koma fram ákveðin núningur á milli til dæmis barnaverndar Reykjavíkur og ungmennaeftirlitsins að barnaverndin er að gagnrýna þessar harkalegu aðgerðir og hún talar allir með þess að kvennahreyfingin sko var svolítið klofin í þessu máli það voru þar auðvitað öfl kannski svona íhaldsamari öfl sem að töluðu fyrir hvað ástandi væri slæmt en síðan voru líka raddir þar eins og hún Laufey Bjarnfreðadóttir eða Bjarnfreðason sem að talaði mikið gegn þessu og talaði gegn þá þú veist þessum ofsa í Jóhannu Knudsen ungmennaeftirlitinu sko þannig að það verða ákveðnar svona andstæður þar sem að taka svolítið á og það verður sérst til að þau hætta með þetta en samt heldur umræðan áfram að þá koma þá móturök sko frá aðilum sem að finnst að vera slæma ákvörðun og Jóhanna náttúrulega fer á ritvöllin sjálf og skrifar greinar í blöðin og það koma þarna undirskriftalistar og þá koma þarna skrif frá þá í rauninni svona sem að myndi segja væri kannski svolítið svona elítan sko það er að segja þú veist þetta er mikið í prestastétt þetta eru kennara eða skólastjórar sko svona kannski þessi svona svona þessi, þetta feðraveldi sko sem að er svolítið mentamenn svolítið sko held ég að það verið talað og svo endur þetta held ég með því að 1944 þá er hún aftur ráðin skamman tíma og síðan er þetta endalega lagt niður held ég 45 ungmenn eftirliti sko og þá er þetta alveg búið þetta þessi viðbröð ríkisins gegn ástandinu eða við ástandinu. Er þetta að segja að ástandið sé að það nokkuð búið þá eða að því síðan alltaf eftir stríðið tekur við þetta herstuðin og öll sú
allir sápakki. Já, það er áhugaverð spurning sko, En ástandið eitthvað sem haldið áfram að tala ástandið eftir ástandið? Já, einmitt. Já, ég þekki það ekki sko. Nei, það er ekki hugmyndu það. Hvort að það hefur verið, ég hef nú ekki, mér finnst nú í umræðunum með ástandið að það sé nú ekki talað það þannig sko, að það sé yfirleitt tengt við stríðsárin. Nei. Ég man nú ekki eftir að það hefur verið talað það að það hefur verið vandamál eftir stríð sko. Nei, þá kannski var allt í lagi að skella sér á balli Keflavík. Var það ekki miklu meira aðskilið þá? Svo er það náttúrulega líka spurning, ég bara þekki það ekki. Eftir stríð sko, náttúrulega herstöðin miklu meira út af fyrir sig sko. Já. Jó, hermennið náttúrulega fara allir sko. Svo komið þær aftur 51, eða ekki, með Keflavíkursamningnum. Einmitt. Og þá eru þeir mest bara á herstöðinni, eða ekki? Já, þannig þeir eru ákveðinni einangrun, þannig að það er voru að taka. Já, var það ekki? Ég bara þekki ekki það á sögu. Ég held að, minni það. Og heyrið það, eru komið efni í næsta þátt. Já. Eða allavega einhvern þátt. Þetta er auðvitað mjög merkilegt málefni fyrir current events, auðvitað. Algjörlega. Þessi samskipti við Bandaríkin og herinn og... Já, algjörlega. Keflavíkursamningurinn hefur auðvitað verið svolítið í umræðu núna. Já, hann hefur verið það. Alltaf margt að gerast þar upp á velli. Þetta er áhugavert að þennan litteratúr sem hefur verið skrifaður þetta, þess að ég sagði á hann sko nú hef ég ekki lesið öll þessi gömlu rit sko, eins og Virki Norri og Gunnar Magnús og svona þessi gömlu sem voru að skrifa áratugum áður seinni heimsstyrjöldina eða heimsstyrjöldar árin. En það er fullyrt að tala það í þessum yngri litteratúr að eldri sagfræðingar hafa svolítið svona haldið áfram þessu viðhorfi, þessu íhaldsama viðhorfi að þú veist ástandið hafi verið ástand innan geðsalappa. Já. Og það er rauninni ekki fyrir en sko á 10. áratugnum sem að þú veist það fara að koma þessi nýju viðhorf. Já, hangi saban auðvitað bara með samtíðar andanum. Einmitt. Það er Inga Dóra Björnsdóttir mannfræðingur sem skrifaði undir lok 9. áratugarins grein hann sem ég nú ekki lesið, Public View and Private Voices á ensku. Já. Og síðan skrifuði Illugi og Bjarni eða hvað heit hann, Illugi Jökulsson og Bjarni þeir skrifuði bók sem heit Ástandið, mannlíf á hernámsárunum 1989. Ég hef nú ekki lesið það á bókrindar en ég hef nú glukkað hans í hana. Já. Og síðan náttúrulega kemur Úr fjötrum bókin hennar Herdísar Helgadóttur sem held í mannfræðingur. Já. Það er mjög skemmtileg bók, ég mæli með henni bók. Hún kemur út sko 2001. Já. Og þar er sko svo bók byggð á í rauninni viðtölum fyrst og fremst við einstaklingar sem voru uppi í stríðinu. Hún segir að sé styðst við sko sínar eigin minningar og minningar systkina sinna og ýmis viðtöl sem að hún tók í MR-ritgerð sinni í mannfræði. 16 konur sem voru ungar á þessum árum. Já. Og þar er hún segist að fjalla sko þessi samskipti við hermennina og það er kannski svolítið svona megin inntaki sko að þú veist þetta var bara gott að blessa sko, það var ekkert eitthvað siðspilling sko, þetta voru bara ástarsambönd sko og þetta voru bara frjálsar konur að hafa gaman sko. En þetta er mjög áhugaverð þessi bóka því hún fjallar ekkert bara ástandi og fjallar bara allt mannlíf á stríðsárunum. Það sem að koma sko tilvitnanir í þessi viðtöl sko og þar auðvitað verið að segja svolítið sögu þá stríðsáruna svolítið sko frá sjónarhorni kvenna og barna. Já. Á þessum tíma og það er mjög áhugavert sjónarhorn. Algjörlega. Og síðan eins og ég segi kemur Bára Baldursdóttir með sína bók 2023 og það eru aðra greinar minni nú að það hefur verið nýlega grein frá í sögu eftir hana hvað heitir hún Hafdís Erla Hafsteinsdóttir. Þar var hún, það er sko 2017 já á þá nú einhvers staðar. Já. Þar minni mig að hún hefur verið að tala þetta sem sko, hvað var hugtæki sem hún notaði? Siðfár, getur það verið? Já, siðfár. Ég hef ekki heyrt það hugtak áður.
Já, jú, hún segir hérna í þessari grein sko það sem hún að fara á hann í tala skjalasafn ungmenna eftirlitsins og ímynd ástandsstúlkunar segir hérna í greininu verða ástandsárin á Íslandi skoðuð út frá kenningum siðfár eða moral panic sem ekki hafa áður verið notaðar í íslenskri sagnfræði. Kenningar siðfár henta vel til að greina ástandið því með þeim leitast við að skoða atburðarásina sem menningarlega heild eða ferli sem samanstendur á samspili ólíkra þátta í stað þess að persónu gera kringumstæðurnar og smætta niður í tiltekna einstaklinga eða stofnanir. Það hægt að kíkja á það. Já, algjörlega. Þannig að það ýmsir vinklar á þessu. Og svo þetta að það þetta með sögulegt réttlæti sem ég held að veitum að þess að nefna inn í lokin. Sko hún segir það þetta Bára Baldursdóttir í bókinni Kynlegt stríð líka í annarri grein sem hún skrifaði áður sko að þegar hún var að skoða þessi gögn og gögn úr sakadómi við erum auðvitað með lögum sem sagt þegar fræðimenn fá aðgengi að skjölum náttúrulega við erum með persónuverndarsjónarmið. Já. Þannig að sko á þeim tíma sem að hún hefði fengið aðgang á þessum gögnum þá var ekki hægt að náttúrulega segja frá hvaða einstaklingar þetta voru að sjálfsög ekki, þetta voru náttúrulega lokugögn út af persónuvernd sko. Og hún talar það sko að hún hafi sko viljað hafa samband við fólk eða konur til þess að heyra þeirra sögu skilur, en það má ekki samkvæmt þessum fræðimanna aðgangi sem henni var veittur að skjölunum og þar ber hún það fram sko að að lagalegar aðgangstakmarkanir og persónuverndarsjónarmið hafi háð fræðimönnum í viðleitni þeirra til að nálgast raddir þessara kvenna sem komu til kasta ungmenna eftirlitsins. Það var því að skjölin náttúrulega eru einhliða frásögn ríkisvaldsins sem að þú færið rauninni bara þeirra sín á þessi mál. Og svo bendur hún á að það sé álitamál hvort að þessi löggjöf sem á að vernda borgarana sé til þess fallin að hindra að sögulegt réttlæti náist fram. Og hún talar að það sé, og nú notabenni þetta náttúrulega glein í bók 2023 og talar að það sé búið að vera í gangi og við hefur verið lagt fyrir þingið krafa rannsókn á vinnuhælun og Kleppjárnsreykjum aftur þessu sem vorum að tala áðan. Já. Þessum svona rannsóknarskýrslum sem að hefur ennþá ekki komist í gegnum þingið og ég kannast nú ekki við að það sé komið í gegnum þingið ennþá. Nei. Ykkur rannsóknarskýrslu á þessu. En þarna talar hún þetta með sögulegt réttlæti. Sko. Og að það sé svona sko kröfur, þetta hafi verið kröfur gera kröfur til sagnfræðinga skilur að þeir eigi að sinna ákveðnu hlutverki við það þú veist að stuðlað sögulegu réttlæti einhverja hópa eða einstaklinga sem hafa verið beittir misrétti í sögunni og hafa ekki fengið uppreist æru eða þannig og þetta sjáum við þetta í tengslu við unglinga heimili eins og ég nefndi áðan sko. Já. Þannig að þessi bók á að vera einleiki þá umræðu sko. Og þetta auðvitað náttúrulega viðkvæmt mál, þetta náttúrulega fólk sem er auðvitað nú lifandi og afkomendur og það auðvitað alveg góð punktur að raddir þessa fólks hefur kannski ekki fengið að heyrast og hinn bókin sem að byggir á viðtölum sko, þar eru nafngreindir einstaklingar sem að koma fram en það eru líka einstaklingar sem koma fram undir nafnleynd sko. En það kemur ekkert á orð að hún sé mannfræðingur sem skrifar svona bók því það er sérstaklega mikil áhersla lögð á það í mannfræðin í dag að mannfræðina á ekki að vera bara hvað maður að segja ritgerð sem síðan í stungi og í skúffugstaðar heldur á hún að þjóna ykkurum eðri tilgangi með orðara sem svo hún á að vera rannsóknir á að skila einhver af sér þú veist hún á að vera hvað var að segja verkfæri til breytinga eða stuðla að einhverju til dæmis einhverju auknu réttlæti eða eitthvað slíkt margt auðvitað, gott að segja það en það auðvitað hinliðin á því auðvitað að það er maður voða mikið auðvitað að draga tilfinningar inn í fræðamennskuna og spurning og hvað getur náttúrulega gengið út í hinnar öfgarnar
að það þá vegur að þetta, hvað maður segja, svona kannski hlutlaus fræðimennska náttúrulega alltaf vonlaus en ómöguleg en engu að síður að reyna að halda frekar í alltaf að halda meira eða minna þetta í svona tiltölulega hlutlaust gildismat og rannsókn ekki að segja vega að þessum bókmenntum eða þessum breytingum heldur einfallega bara benda á þetta það ekki allir sammála þessum breytingum Nei. En svo þetta þannig náttúrulega gildismat og viðhorf samfélaga breytist auðvitað eins og við þekkjum mjög vel í sagnfræðinu auðvitað Já, og eins og við höfum líka oft talað að sagnfræði náttúrulega þjónar alltaf samtímanum Já, hún náttúrulega gerir það og náttúrulega á þessum tíma þá þetta gildismat samfélagsins allt öðruvísi þetta ekkert vont fólk sem að halda þessu fram að þetta sé siðspilling skilur þannig séð Nei. Þetta viðhorf samfélagsins á þessum tíma og það engum blöðum það að fletta í okkar nútíma samfélagi í dag þannig að fyrst okkur þetta vera allt og langt gengið já. Og passar alls ekki við okkar viðhorf til frjálsara ásta skilur þannig að ég alltaf náttúrulega fyrst alltaf maður að fara varlega í það að dæma söguna út frá núverandi gildum algjörlega. En auðvitað það þannig að seinni heimsstyrjöldin bara það nálægt okkur í tíma í þessu aðan skilur þetta náttúrulega fólk sem þetta náttúrulega bara einni kynslu þannig sé frá okkur sko og þetta núlifandi einstaklingar og þetta svo nálægt okkur í tíma að það eru persónuverndar sjónarmið sem að stoppa þannig að því leiti fyrst mér þetta með sögulegt réttlæti alveg vera eiga algjörlega rétt á sér að því þetta svo nálægt í tíma sko og þetta þetta tengist okkur svo beint sko þú getur ekki talað sögulegt réttlæti eitthvað fyrir hvernig Rómverjar komið fram við Galla eða eitthvað sko skilur við Commodus ósakett hvernig er farið með hann í sögur nei, mitt það er alveg rétt mitt sögulegt réttlæti fyrir Galla það er en það hefur nú held ég eins og ég sagði aðan sko svona þessi konsensus sem að hefur ríkt svolítið sagnfræði sagnaritun seinni heimsstyrjöldina hefur verið mjög það hefur verið bara mikill konsensus eða svona sammæli það hefur ekki verið mikið deilur í kringum það hvorki þessa svona hefðbundnu diplomatísku sögu sem að hefur verið skrifuð og heldur ekki þessi ástandsmál og þessa nýju rannsóknir sem eru að koma eftir að skjöl að byrja að opnast þessi mál sem við erum búin að tala um í dag það verðist ekki vera neitt ég held að allir séu bara sammála þetta allt saman sko mitt allan ekki orðið var við neitt nei. neina pungalikt sko nei en þannig nú það herðu þetta hefur verið ágætis yfirferð hérna hjá okkur þetta merkilega sagfræðilega málefni íslenskri sagfræði sem er svolítið öðruvísi en önnur málefni, það er alveg gott að segja það já, algjörlega og auðvitað eftir því sem að tíminn líður og fleiri skjöl opnast og verður meiri umræðum þessi mál þá auðvitað kannski kemur eitthvað meira upp á yfirborðið og svo er nú kannski að það fari kannski í gegnum þingið það sem að hún vitnar til hérna í bókinu að það verði framkvæmd rannsókn á þessu það væri áhugavert að sjá hvað kemur út af því algjörlega erum við ekki bara þá að fara að vera góðir hér í bili jú, koma gott bara það eru náttúrulega alls konar svona current events sem að bjóða upp á það að við tölum vorum myndið að tala það náttúrulega var páin að andast og það hefur nú alveg verið á lista hjá okkur að tala eins páan já, það hefur verið það er einmitt eitthvað umræðefni sem við erum að tala endalst þurfum endur að taka fyrir ykkur hlutaði einmitt þú ert nú mjög fróður maður páadómin já, ég verður svona að lesa mér aðeins til þetta já, þetta er náttúrulega snertir mér náttúrulega líka hvað við kemur út Guðfræðina og að forverar mínir hafi klófið sér frá og allt þetta og svo náttúrulega samstarfið við Kátólsku kirkjuna í dag og allt þetta þannig að þetta er svona þetta snertir líf mitt beint þannig já einmitt og áhugavert auðvitað líka fyrir þess að ekki frétta svo mikið inn í þetta saga og pólitík og
og trúmál og hitt og þetta. Nákvæmlega. Já, við kannski tökum þetta fyrir hér í næsta þætti. Við allavega þökkum fyrir okkur hér í dag, þökkum fyrir að hlusta og minnum hlustundur á vefsíðu þáttarins söguskoðun.com og Facebook síðu þáttarins söguskoðun@gmail.com netfang þáttarins. Það þetta nálgast hlaðvarpið öllum hlaðvarpsveitum, einni á YouTube og að því sögðu þá held ég að við förum að koma okkur héðan og kveðja að sinni. Sjáumst fjallræsir hér í næsta þætti af hlaðvarpinu söguskoðun. Verið þið sæl.